Takk fyrir. Já, hvað segir þið gott? Eru þið komin í jólaskap? En ekki ég. Nei, ég einn af þeim sem alltaf að streitast á móti, sko. Ég einn af þeim sem svo pirraður að því að, þú veist, þetta byrjar svo snemma, sko. Maður alltaf mættur fyrir utan IKEA í október og maður verður bara þunglindur á jólaskrautið þá, sko. Þannig að, þá hugsa ég bara, nei, þetta mun ekki koma mér í jólaskap, það þarf eitthvað meira. Og á endanum þá það oft svona einhvern veginn jólalögin, svona sem að ná manni, sko. En það eins með þau byrja í nóvember, jólalögin. Það til náttúrulega nokkra tegundir á jólalögum, það til, þú veist, kristileg jólalög, bara Heimsum ból og Bjartar yfir Betlehem og það alltaf lægi með þau. Þau eru bara spilið yfir jólin og bara fín stemning með það. Svo eru náttúrulega svona jólasveina jólalög og svona göngvík kringum Einiberjarunni og svo leið stóð sem bara fyrir krakkana og það fyrir ekki töðunar á mér heldur. Jólalögin sem að fara í töðunar á mér, það eru þessi neyslu ævintýris brjálaðis bylgju jólalög sem að byrja einmitt miðjan nóvember. Og þú veist, það sko, markmiðið svo mikið að koma í jólaskap, þannig að þess vegna streitist ég alltaf á móti. Það byrjar oft með Ragga Bjarna, svona miðjan nóvember eitthvað, líða fer að jólum, og hátíð fer í hönd, og ég bara, Svo kemur demba af jólalögum sem hafa öll sama markmiðið. Það að segja manni að jólin sé að koma. Það náttúrulega, jólin að koma. Það til lag sem heitir það með KK og Ellen. Það líka til lag sem heitir það með Jónsa í svörtum fötum. Það bara í kvöld, jólin að koma. Í kvöld, jólin að koma. Samt að maður hlusta á þetta í nóvember, maður bara, hvað það að gera? Svo náttúrulega bráðum koma jólin, það til sko. Það líka til bráðum koma blessu jólin, það ekki það. Svo þetta líka til lag sem heitir bráðum koma jólin á ný. Og það þetta líka til lag sem heitir bráðum koma jólin aftur, þið getið tjekka á þessu. Það allt saman til á tónlist.is. Svo líka bara senn koma jólin. Maður bara, Þú veist, það svo frumleikin minnki alltaf eftir því sem að líður meira inn í desember og þessum tímapunkti núna, 7. desember, þá byrjað að heyra svona jólalög sem eru bara algjört kjaftæði. Bara mettaðurinn í textanum bara einhvern veginn, þetta lag sem heitir jólaleg jól. Það einhvern veginn svona jólaleg jól, gleðileg jól. Ég veit ekki hver fékk mitt að syngja þetta lag. En það skiptir enga máli, útvarpsmennirnir, þeir eru alltaf að pressi, þeir eru bara, já, jólalegt var það. Þetta var jólaleg jól með jólakvartettinum, jól. Þetta á plötunni Jól í hjarta. Við ætlum að halda áfram með jólastemninguna, sjálfsögðu ætlum að draga út úr jólaleiknum okkar. Hefnir hlustendur geta fengið jólagjafi til þess að setja undir jólatréð. Eins gott þið náðu því fyrir jólin. En heyrðu, við erum að detta niður í jólastemningu, við erum að halda áfram með jólalögin. Og þá byrjað að keyra jólalög sem eru bara svona algjör geðveiki, sko. Þannig að Eiki Hauk sem eitt lag, það heitir sko, alla daga eru jól. Það einhvern veginn. Og ég vild að alla daga væru jól. Sem náttúrulega bara mesta geðsíki sem ég hef heyrt, sko. Ég að sjá það fyrir mig bara, já, heyrðu, þetta kannski ekki lengur svo góð hugmynd. Ég náttúrulega búin að vera að borða uppstúf og fara yfir á vísareikningnum alla mánuði ársins. Og eftir að gera það sem ég á eftir ólifað. Þú veist, þá ég samt algjörlega að, þú veist, bugast. Þá ég bara, já, ok, ég verð greinilega að fara að komast í jólaskap og byrja að syngja með Eika Hauks og eitthvað. Þá kemur líka alltaf jólalag sem gjörsamlega klára mig. Þá kemur jólalag í útvarpið sem heitir Jólin allstaðar. Og það bara, Jólin allstaðar. Og þú veist, ég verð bara paranoid þegar ég heyri það jólalag. Ég bara, ætli þau séu fyrir aftan mig, eða, þú veist. En þá ég samt alltaf að loksins komin í jólaskapið og þá hugsaði maður, af hverju erum við alltaf að kvarta yfir því að, þú veist, við erum alltaf að kvarta yfir öllu eitthvað, já, bara, ég vil ekkert fara í jólaskap. Það alltaf mikið neyslu brjálæði og rugl. Þú veist, fólk, það skiptir engu máli, og það bara fínt að hugsa það núna á þessum degi núna, þegar við erum að hjálpa fólki í öðrum löndum, að það skiptir engu máli hversu góðir hlutir eru settir á borðið okkar. Við þurfum alltaf að kvarta. Ég á fullt af vinum sem eru bara, mér boðið í svo marga veislur, það bara allt of mikið af mat. Og ég að borða þennan mat. Ég með mjög hæg efnaskipti, sko. Og það svo fólki sem sko krefjast þess að einhver annar komi og lagi þetta vandamál. Það svo að krefjast þess að verði bara einhver landsöfnun í Eþíópíu. Það sem bara fólki þar bara með Dag Rauðanefsins, já, við þurfum að fara til Íslands og bara taka allan mat frá fólkinu, maður. Þetta ekki hægt, sko. Ég sá svona viðtal við konu, ég ætla ekki að segja hver hún sko. Þetta var í vikunni, blaðinu. Og hún var að segja þetta bara, ég með svo hæg efnaskipti, jólin, þetta hræðilegu tími fyrir mig. Það bara svoleiðis leggst utan á mann. Svo sagði hún þessa gullnu setningu. Hún sagði, ég þarf ekki annað en að horfa á Snickers og þá leggst það á rassinn á mér. Þú veist, þetta svo geðbilu setninga, ég þarf eiginlega að segja hana aftur. Bara ef ég horfi á Snickers, þá leggst það á rassinn á mér. Og ég að hugsa, við erum að gera þetta allt vitlaust. Við ekkert að vera að safna einhverjum pening hérna í kvöldskýr. Við bara að láta einhvern einn mann fara þetta til Afríku, bara mæta með eitt KitKat og bara labba í gennum fátækrahverfin, sko. Láta bara krakkana horfa á þetta, maður, þetta leggst allt utan á þau. En öllu grínislega, við skulum hætta kvarta, við skulum vera duglega að safna í kvöld og bara áfram Dagur Rauðanefsins. Ég heiti Bergur Eppi og takk fyrir mig.